Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Klukkan 8, spennandi dagskrá hér framundan hjá okkur, en við ætlum fyrst að áður en við kynnum helstu efnisatriði, þá ætlum við aðeins að ræða svona daginn og veginn. Við erum 3 hér sem stendur, þau eru með mér kollegar mínir Sigurjón Magnús Egilsson, velkomin. Góðkvöldið. Og María Lilja. Hei. Jæja, hvernig fréttadagur hefur þetta verið? Það eru kannski svona klassískt umræðefni í þætti eins og okkar eða svona kynningu, það ný mæling á fylgi stjórnmálaflokkana. Já, við erum á svoleiðismálum. Já. Hver stærsta fréttin? Samkvæmt Gallup? Samfylkingin, tapar fylgi, það ekki? Já, þetta eru litla breytingar, en samt þó. Já. Samfylkingin og miðflokkurinn dregst aðeins úr fylginu þeirra. Já, sko við höfum spáð í að Samfylkingin fari að falla í fylgi vegna hagstjórnar, erfiðleika og fleiri mála. Sko, þegar maður skoðaði línuritið af þessu, þá það þannig að það byrjað að fara niður, sko. Vist. Í 3 könnunum í röðu eitthvað, hjá Samfó. Þannig að þá verkefnið í aldeilis hjá þeim að stöðva þetta, sko. Já, nú heil 3% stig sem fallið á milli kannana, sem alveg töluvert. Sko. Alveg, já, þetta bara töluvert. Og miðflokkurinn náttúrulega hefur bara núna alveg undanfættu mælst alveg ótrúlega hár. Það dregur aðeins úr því. Já. Ekki rétt að mér, þetta bara... Jú, bara innan við prósentustig held ég. Þeir eru þannig þá í 20% sem þetta... Jú, sem ekkert lítið. En svo annað líka þarna sjálfstæðisflokkurinn sem var í könnu prósent munu daginn með 13,7%. Þarna kemur allt önnur tala. 18%. Já, þannig að samt var þessi svona prósentskönnun einhvern veginn að við tókum hann ekki alveg endilega bústala. Þetta þjóðarbúlskallúp og einu sinni í mánuði. Þannig að þetta svona stóra skoðanakönnun eða ekki sem fóðum hverju mánuði. Viðreisn líka aðeins að síga niður og Framsóknarflokkurinn á smá uppleið, hvort það formannskiptin, hvort Lilja farin að telja inn, sko. Þetta svo sem ekki nema 6% fylgi sem að Framsóknarflokkurinn með. 6,6 eða ekki? Já, eitthvað sluðis, en samt, Gallup þá að slett, ég á Gallup síðunni, það það slett 6%. Já. Samkvæmt því sem þar kemur fram. En það samt sko hlutfallslega töluvert, 1% stig og þú ferðu 5 í 6, þá það 20% aukning. En þeir eru samt að ganga yfir jarðsprengjusvæði, sko. Já. Veist, ef að þið verði ekki sko, með Lilju, ef að kemur ekki eitthvað svona fylgisaukning sjáanlega á næstunni, þá flokkurinn bara í miklu meirjulegum. Já. Það ekki? Jú, ég myndi halda það. Svo náttúrulega stór frétt, sko, í sjálfu sér, með að við þróun eins og hún hefur verið að það alveg sama, sko, ok, jú, það eitthvað rétt 6% núna sem kjósa flokk fólksins, en þau ná aldrei alvöru viðspyrnu, þau svona, það verður ekki séð, við getum ekki svarað því með fullri vissu að þingflokkur flokks fólksins verði til áfram. Þóttu séu að mörguleiti, að margra mati að gera ágætt mót. Hvað það? Ég meina svo Ragnar Þór Ingólfsson bara vinsæll, mikið persónufylgi. Já, það bara svolítið þannig. En þau hafa líka tapað svolítið sínum svona stærstu áherslumálum í öllu kjaftaðinu á þinginu og farið undir svona önnur stærri mál. Og það sem að maður kannski svona hrættastur akkurat núna að það sem verið að undirbúa ESB frumvarpið, að það á allt annað eftir að tapast. Ég meina það eru gefnir einhverju 3 mánuðir í að skila enn frumvarpi sem sagt áður en að tekið verið afstæða til þess og það bara fresturinn að renna út í lok þessar mánaðar. Þegar að það verður lagt fram þá hugsa ég umræðan fari bara að snúast Evrópusambandið og ég held að hóparnir sem að Flokkur fólksins hafi svona verið í forsvari fyrir, þeir séu ekkert endilega á þessari línu. Sko fyrir mörgum af þeim hagsmunahópum sem að litu til Flokks fólksins, þá það í rauninni bara örorkan og húsnæðið og þessi svona persónulegu en stóru mál. Fæði, klæði og húsnæðið. Já. En sko það
Flokkur fólksins skrifar upp á stjórnarsáttmálann það sem þetta Evrópumál inni og þau eru búin að vera mjög hörð gegn sko bara einhverju, öllu, við ætlaði að segja, við komum að DSB en skrifa samt upp á þetta. Og það var bara spurningin, hvort að það geti bara sko verið bara bylmingshögg sem fá út úr því þegar að umræðan fyrir að stað, sko, þá eru þau í ríkisstjórn og eru að tala sko þvert á hina 2 flokkana sem eru í stjórninni með þeim. Já. Það geti verið svolítið þungubiti. Þetta getur verið svolítið klemma, hún var að rifja upp hún Oddný Harðardóttir í helgispjallinu hjá okkur helgina hvað Steingrímur J þvældist rosalega fyrir ESB-málinu sko, sem var á dagskrá hjá þeim 2009-13 og það er kannski engin kostu góður fyrir flokka eins og Flokk fólksins núna. Ætlaðu að beita sér mikið gegn, skilurðu, eða ætlaðu að fljóta með og verður Flokkur fólksins, fer hann í þá stöðu sem að kunnulegt hefur verið til dæmis þegar umræðir flokka sem eru í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum, að þeir bara sökkvi alltaf til boss en Sjálfstæðisflokkurinn haldi siglingu. Já, ég held að sko Ingu er svona hand á höndum þarna, sko. Já. Erum við ekki alveg vissum það? Jú, ég held að eins og þið hófuð umræðuna á stærsta fréttin að Samfylkingin byrjuð að tapa fylgi. Hún byrjuð að tapa tiltrú. Það er önnur umræðum hana, það verður harðar að henni sótt, bæði í fjölmjölum og svona bara á götuhorninu og allt það. Og trúveruleiki Kristrúnar og hagstjórnin hjá Kristrúnu vandamál. Og núna síðast til dæmis verið að tala að olíuverð geti splundrast, hækkað. Það myndi hafa áhrif á verðbólguna. Það eitthvað talað einhverja það eigi að kynna á næstu dögum, einhverjar aðgerðir til að reyna að hemja verðbólgu en að óbreyttu erum að sigla inn í besta falli óbreytta vexti og sumir segja jafnvel hærri. Þetta ekki það sem að ríkisstjórn... Við erum búin að mótmæla því. Já. Við viljum ekki hærri vexti. Nei. En þetta ekki það sem að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir lofaði að gera. Nei, við bara viljum ekki hærri vexti. Þetta bitnar mest á þeim sem minnst hafa og minnst eiga. Og það verður bara, þetta fólk gefur kost á sér til að stýra landinu og líka efnaðarstjórninni. Það verður bara að standa sér í stikkinu. Og það ekkert að henda ábyrgðin alltaf yfir og þá sem minnst hafa. Bara þetta kemur ekki greina. Þegar ég rýni aðeins hérna í fjölda þingmanna þá nú svona önnur og kannski aðeins stærri frétt í þessu öllu saman. Það Samfylkingin ásamt miðflokknum eini flokkur sem bætir við sig og það 7 þingmönnum. Já, frá kosningum. Sko. Já, frá kosningum. Já. Og það mér finnst það nú reyndar svona alveg góður að gelda verðt að minnast á það. Hvað þá margir þarna? Þá eru þau 22. Það nú bara alveg helvitis hellingur, af ekki orðbræðið. Það eru bara 10 til viðbóta til að flugið bara búið að vera svo rosalegt, sko. Já. En allir aðrir flokkar tapa og það auðvitað kannski flokkur fólksins sem að missir mest en það eru einmitt 7 þingmenn líka frá kosningum, þar að segja. Já, einmitt. Þetta En eigum við aðeins að henda okkur út í heim. Ég veit að María Lilja, þú ert svona mest með puttan á púlsinum í því og sko, ég var að nefna það við ykkur rétt áður en við settumst hérna að það eiginlega engin umræða inn á Alþingi Íran. Það eru alls konar svona slott þar, hvort sem að eru fyrirspurnir eða umræðumstörf þingsins eða eitthvað skilurðu. Og það enginn að tala innrásarstríðið. Þetta stóra mál. Þetta risastóra mál. Eða þá hvernig Íslendingar sko eiga að hegða sér tengslu við það. Hefur eitthvað nýtt komið fram í dag? Ekki á Íslandi. Það voru mótmæli í dag fyrir utan utanríkisráðuneyti þar sem var einmitt utanríkisráðherra var krafin svör hvar Ísland stendur nákvæmlega í þessu innrásarstríði, hvort að íslenskar herstöðar séu notaðar undir hermang og annað, en eins og við vitum þá eru allar líkur á því. Ég held að það sé einmitt ástæðan fyrir því að það fari lítið fyrir þessari umræðu inn á þinginu. Þetta viðkvæmt. Það bara tristir sér enginn inn á þetta svið. Það segir nú í lóðinu kjarkinn má ég vanta Jósef. Nákvæmlega. Já, það þýðir þetta að vera byggja að kosta sér stjórnmál. Já, svo kemur upp eitthvað erfitt mál, það getur ekki myndað sér skoðanir og sagtar. Akkurat. Það bara ekki í boði. Allir þingmenn verða
að kynna sér máli og mynda sér skoðanir út frá því. En kannski skoðun að beygja sig og láta lítið fyrir sig fara líka. Það er svo það. Já, það getur verið. En það sem Það voni í barminni svo sögum og sjónum, það fór ekki að svara síðstjórunum. Já. Það sem kannski helst í þessu að hérna, það hafa verið sprengingar í Beirút og landhernaður, en ísraelska herinn er komin til Líbanon til þess að það sem þeir segja að afvopna Hezbollah og samband Hezbollah og Íran hefur náttúrulega verið ekkert leyndamál í gegnum tíðina. Þeir réttlæta þetta með því, en við sem svona kannski horfum aðeins lengra og skiljum að staðan snýst auðvitað ekkert það, hún snýst auðvitað bara landsyfirráð og umráð yfir siglingaleiðum og landsvæðum og olíu. Það er það ekki stóra málið. Það er nefnilega stóra málið. Það eru eitthvað mannfall af bandarískum hermunum sem að hafa þá ýmist verið bara slísaskot og skotnir úr lofti. Er ekki verið að tala um ykkur 3 eða 4? Jú, það voru 3 eða 4 vélar, ég held að talan sé komin upp í 5 eftir því sem að ég kemst næst. En það var sprengdur upp stúlknarskóli, Akkurat. En börnin voru í skólunum? Já, og svo tala komin upp í 180 stúlkur sem að letu lífið eða voru myrtar þarna bara í þessu kaldrifjaða stríði. Þannig að sá sem tekur upphafsmaður að þessu, ef hann búin að missa 5 hermenn, þá er það ekki mikið í þessum samanburði, Einmitt. Melania Trump, hún var í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, þar sem hún stýrði fundi. Sumir þurfti að láta segja sér það 2 svar. Einmitt. Og svo staða kemur. Akkurat. En þar sem hún reyndi nú að klína þessari árás á Írani sjálfa, það hafa auðvitað verið uppi einhverjar svona átölur að þetta hafi verið Íran sem hafi verið þarna gert mistök. Margir Íranir trúa því hreinlega upp á klerkastjórnina, hún er auðvitað ekki góð. En maður veit svo sem ekki, þeir neita þessu staðfastlega. Donald Trump hefur sagt að þetta stríð muni standa yfir í 4 til 5 vikur sem er mjög nákvæm tímasetning. Maður velti fyrir sér hvers vegna það en einhverjus vilja tengja það Epstein og réttarhöldum og yfirheyrslum sem er í gangi núna. Clinton hjónin voru í yfirheyrslum og hann sé í rauninni bara einhvern veginn að búa til hávaða eitthvað staðar annar staðar svo hann sé ekki fókuspunkturinn heima við. Fórna bara mörgum mannslifin til þess. Já. Þetta er ágæti punktar sem hafa komið fram hérna í umræðin, til dæmis og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í gærkvöld fyrir utanríkisráðherra í Silfrinu á RÚV að smáþjóð eins og Ísland á allt undir því að milliríkjasamningar og lög séu virt, Já. Og það er voða lítið talað það hér í pólitískri forystu. Hvað er verið að brjóta svakalega lög og alþjóðlega sáttmála og hvernig geðþótti þessa eina manns bara fer fram á þess að við þorum að gagnrýna það. Þannig að þetta eru mikið umhugsunarefni. Já, þetta er ekki gott. Ég var aðeins að fara yfir skítaveðrið sem er búið að vera í dag. Er þetta ekki hressandi bara? Fá framan í sig rennblöta og ískalda slittuna. Jó, mér finnst það reyndar ágætt svona ef snjórinn fer. Hann var svolítið svona skítur og harður og leiðilegur. Já. Það hafa verið í fréttum líka einhverja svona hetjusögur af mönnum að gera við erfiðar aðstæður og svona. Það minnir okkur á hver við erum, úr hverju við erum gerð. Við erum búin að vera svo lánsum í vetur að Já, nú er komið að refsingunni og skuldadögun bara. Nei, ég gæti ekki haldið alveg. Kalvinistarnir myndi halda því frá. Veturinn að vera búin að vera vor. Já, það er rétt. Og kannski kemur vorið ekki fyrir í júlí. Já. Kannski verður okkur refsa núna alveg svakar. Já, og kannski kemur ekki neitt. Kannski kemur ekki neitt. Nei, ég sé, við erum búin að sleppa vel. Ég ætla alveg að taka þess að þó verið 2-3 dagar að svona hundblöðir að ég fyrir svo mikið út með hundin. Já, einmitt. Það er gott hjá þér. Heyrðu, en ef þá fari í þáttinn, ég ætla að endan á skemmtilegu spjalli við Álfrós Rós og Önnu Maríu
dóttur, þær eru leikhúsmanneskjur og ræða einleikinn Dead Air, þar sem er fjallað gervigreind og dauðan. Sáuðu þetta stykki í Tjarnarbíóinu fyrra þegar það var sett upp? Nei. Það er að koma aftur til sýninga núna og í vikunni og allt sem viðvíkur gervigreindinni finnst mér núna áhugaverðar en nokkru sinni fyrir. Ég finn bara svona persónulegan áhuga aukast á gervigreindinni frá degi til dags. Er það eins með ykkur? Nei, ég get ekki sett það. Nei. Ég er bara ennþá, ég pyrrið þegar ég þarf að tala við heilbrigðisbottan eða... Við erum bara jarðbundin, svo við erum bara að berjast á móti slítunni. Já, við erum bara, getið talað við mannesku. Svona. Já, það er óþolandi. Já, það er svona mín helsta gremja. Hvernig get ég það þig? Ég skil ekki spurninguna, getur umorðað hann aftur. Ok. En þú, María Lilja, þú ætlar að ræða ofbeldi við fróma mannesku, ekki satt? Herðu, jú, hún Eygló Harðardóttir ætlar að koma hérna og ræða við mig skýrslu sem að unnin var af dómsmálaráðuneytinu, innviðaráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu. Þetta er svona stór vinna þar sem að þau voru að skoða líðan barna og hérna ofbeldi í grunnskóla, í hópu grunnskólabarna og hún ætlar nú að segja okkur hérna svolítið, svona jákvæðar fréttir af þessu. Það er jákvæð þróun í þessum málaflokki, það er minni vopnaburður, það er hérna svona meiri málshraði í hérna málum þessara krakka innan Veistu hvort kerfis. þessi hnífatíska sem að dúkkaði aðeins upp dottin aftur úr leik? Já, það virðist vera því að það talaði að það voru 3% nemenda í 8. bekk hafði farið með hníf í skólan á einhverjum tímpúndi árið 2024 en það er komið niður í 1%. Þannig að það myndir maður nú segja væri bara algjört svona svona nánast frávik frávik einmitt. Það eru hérna ýmislegt sem bendir til að það hafi dregið úr kynferðisofbeldi á meðal ungra barna eða þessara grunnskóla barna og krökkum líði betur í skólanum þegar eigi fleiri fullorðna sem allavega einn fullorðin sem þið getið treyst og þar fram undir götunum. Hún ætlar að fara yfir þetta. Það verður ráðstefna á morgun á vegum félagsmálaráðuneytisins þar sem að verður farið í þessa skýrslu meðal annars en líka hérna er þetta svona landsamráðsfundur ofbeldi. Þannig að það eru allir hvattir til að mæta að mér skilst en sérstaklega þeir sem vinna með börnum og hérna og kannski svona vinna og hafa hagsmuni þessa hóps unga fólks í huga bara í samfélaginu. Þannig að það er svona... gaman að heyra að þú flyttir okkur jákvæðar fréttir úr þessum málaflokki. Akkurat. Okkur veitum nú ekki að því. Góðum fréttum. Já. Nú, Sigurjón Magnús, þú ert að, getur maður sagt að starta nýjum þætti? Já. Hvað kallarðu hann? Hallveig. Hallveig, hversuna Hallveig? Þetta er í höfuð og Hallveig Fróðadóttur sem var fyrsta landnámskona Íslands. Já. Og hérna, mér finnst það bara að þetta er líka fallegt nafn, Hallveig. Fallegt nafn. Og hérna, þarna er eingöngu konum lyft að. Já. Ég sitt sem sagt með 3 eða 4 konum í hvernig þætti þá. Það verður alltaf þannig að þú bara fær konur í þennan þátt. Já. Svo hérna, það er komað til mín hérna Kolbrún Halldórsdóttir sem er formaður BHM og fyrir ráðherra og þingmaður. Og Jódís Skúladóttir fyrir þingmaður. Og svo Sirri Hallgríms sem kemur að hægri vægnum. Mjög ákveðið. Hún var einhvern aðstofamaður Illuga Gunnarsson. Já. Hvað er hún að gera í dag? Bara hans ráðherra tíð held ég bara alveg. Já. Hvað gerir hún í dag? Veistu það? Nei, ég veit ekki. En þetta eru sterkar og öfluga konur? Já, mjög og allar mælskar og fínar sko. Ákveðnar skoðanir? Já, og svo hitti þannig á laugardaginn og sunnudaginn, 8. mars, þá er hérna alþjóðlegu baráttudagur kvenna. Og þá var reynd að spyrja, hvað hafið ekki nóg fyrir mér allt helst að ráða fólk landsins? Ekki alþjóðlega, ekki á alþjóðavísu. Nei, þetta er bara, ég var stundum að leika mér á þessu þegar ég var með sprengisendir á bylgjunni og þá kallaði þetta skessuhorn
en það kunni ekki allar að meta það sko. Nei, það er ekki nú fallegt, Sigurður. Allavega fallegra. Þetta tussu fínt, mjög fyndið. Já, Hvað bara segja þau upp á? Aðstofnaður Stengir Fjósi sagði þetta. Það var eitthvað svo leiðis. Það eru spennandi og ég ætla svo... Já, til að hafa mikið með nýja þáttinn. Takk. Þetta er alltaf sko mælskar mannesku. Já. Komstu nokkuð að sjálfur? Þurfti þess ekki. Þetta kemur allir ljós. Þetta kemur allir ljós. Spennandi. Heyrðu, og ég ætla að hefja dagskrána á eldfimu viðtali sem gæti orðið. Það er hérna Brynjar Níelsson. Hann kemur hérna og hakkar í sig Ríkisútvarpið og vill hérna bara stórlækka stuðning við það niður í lítið, bara niður í menningarhlutverk á Rás 1 og Fréttastofuna. Og ég er ekkert alltaf ósammála honum í þessu spjalli en stundum er ég ósammála honum og við reynum að ræða þau mál svona frá ýmsum sjónarmiðum og hann vil líka að stuðningur til stjórnmálaflokka færi niður í mjög lítið eða ekki neitt. Og svo ræðir hann Davíð og hann segir sögu af Davíð. Ég ætla að leyfa honum að segja hana. En hún er til marks það hvað Davíð þarf ekki alltaf mörg orð og er fljótur að hugsa. Hann hringdi í Brynjar. Ég kann nokkra sögur af Davíð. Er það ekki? Jú. Viltu láta eina flakka núna? Ég var þingfréttamaður hérna í upphafi fyrir Sands sem forsætisráðherra. Já. Og hann stóð í brýnu stundum. Já, ég þekki það vel sjálfur. Hann var ekki alltaf ánægður með mig, en samt var hann alveg, ég segi eina stutta sögu af hann, að þá býði fyrir utan hérna Stjórnarráðshúsið að ég vissi að hann þyrfti að fara inn í þing. Og Davíð svaraði alltaf á vettvangi, þegar maður hitt hann eitthvað, hann svaraði alltaf, aldrei undan neinu. Ég man ekkert hvað vorum að tala, nema við göngum hlið við hlið og ég með, hérna, þá var ég að fréttast út af sér, þá var ég með, hérna, mækinn, sko, og svo hérna er ég að horfa á það við og ég gekk á staur og þá kom mittur þig má ég sjá það og þetta var spila svolítið á fréttastofunni þessi fútur þegar ég gekk á staur Þú var svo upptekinn að því að ná hljóðinu að þú horfðir ekki í kringu þig. Svo hefði var ég með kúl á enninu. En hann fór að gá að hvort að ég verði eitthvað alvarlega. Já, það var margt gott í Davíð. Hann fær opinbera útför í samræmi við hefðir. Já, einmitt. Já, það var það nú að vera eitthvað forsætisráður í 13 ára eða eitthvað. Já, heldur betur. Það var enginn verið lengur. Einmitt. Og alls ekki svona samfellt eins og hann, sko. Akkurat. Eitthvað að segja þetta gott í dag? Er það ég? Jú, í bili. Við erum að bjóða bara gott hlaðborð. Já, algjörlega. Kæra þakkir, Sigurður Magnús og María Lilja. Og rétt að bara minna ykkur hlustendur áhorfendur á það að þið getið lagt okkur lið með því að líta við á vefslóðinni samstöðin.is og haka þar við hnappinn áskrift. Og ég vil minna líka á það að hérna, það er hægt að styrkja okkur með ýmsum hætti óbeinum eins og með því að miðla efni okkar. Og við erum út allt, við erum 89,1 í útvarpinu, Stöð 5 á símanum, við erum á Spotify og ég gleymi því stundum að hérna, tala það, að við erum á ekki bara YouTube, við erum á Spotify, við erum út allt og endilega haldið áfram að hérna, styðja okkur og þá styðjum við ykkur á móti til. Við gerum saman gott mót, en örfáar mínútur í það að rauðaborðið hefist, fyrst bara stuttar auglýsingar. Blessi bíli. Ég valdi gleði líka í krossa minn og ég set hann hérna hægra megin frá mér séð af því að ég er rétthend og mér finnst gleði vera eitthvað sem maður þarf að velja. Ég valdi líka gleði af því að lífið er erfitt. Engin lofað okkur að það yrði auðvelt. Þannig að maður þarf svolítið einhvern veginn að velja gleðina og vera svona riddari gleðinar. Og líka svona við hugsaum að maður ætlar að bíða þangað til að allt í lagi á öllum vígstöðum, bara að enginn sé veikur, að ekkert sé erfitt, að það sé ekkert vont í heiminu, að ætlar að bíða með gleðina þangað til þá verður aldrei glaður. Þannig að, já, gleði hægra megin af því að þú þarft að einhvern veginn að rífa í hana eða keyra hana í gang. Vera riddari gleðinar. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á gleði. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni í Bólholti 6
fatamarkaður vorstjörnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.